En að öðru, eins og kom fram í Kastljósi í gær, varpar ný grein í tímaritinu Sögu ljósi á það hvernig kaupendur að Búnaðarbankanum tóku stærstan hluta kaupverðsins að láni hjá Landsbankanum, sem þá var ríkisbanki. Vilhjálmur Bjarnason, lektor við viðskiptadeild Háskóla Íslands, telur að forsvarsmenn Landsbankans hafi brotið lög með þessum lánveitingum til S-hópsins sem aftur hafi leitt til þess að íslenska fjármálakerfið stóð veikara eftir einkavæðingu en fyrir hana. Helgi ræddi við Vilhjálm í dag og bað hann fyrst að leggja mat á hvaða áhrif 7 milljarða lánveiting til 3 félaga sem mynduðu S-hópinn hefði haft á efnahag Landsbankans. Hún hefur verulega áhrif á efnahag Landsbankans þegar allt tínt til. Í fyrsta lagi að þá eru hér að ræða 7 milljarðar af 17 milljarða eigið fé bankans og ef við tökum víkjandi lán með þá upp í 23 ár. Þannig að þetta langt yfir öllum mörkum þess sem heita stórar áhættur sem mega vera 25% af eigin fé bankans. Önnur hættumerkin eru þau að það að bankin veitir lán með veði í hlutabréfum í annarri fjármálastofnun leiðir til þess að þetta litla fjármálakerfi verður í raun veikara. Ef við tökum þessa banka tvo saman, Landsbanka og Búnaðarbanka, þá eru þeir með eigið fé upp á, eigið fé með víkjandi lánum upp á 46 milljarða, en þarna ganga út úr kerfinu 7 milljarðar. Það á að taka tillit til þess arna í eiginfjárútreikningum bankans, þannig að bankin sem er þarna í 10,6% kallhlutfalli fer niður í rétt 7%. En þetta hlutfall skal vera 8%. Þannig að íslenskt fjármálakerfi gerði ekki annað en að veikjast við þessa einkavæðingu og í stað þess að styrkjast eins og ætlun var með einkavæðingu vegna þess að fjármögnun á einkavæðingu Búnaðarbankans virðist öll hafa komið inn úr íslensku fjármálakerfi en ekki með nýjum peningum og eins og var óskað eftir að kæmu inn í erlendu gjaldeyri. Ber okkur þó að skilja það þannig að það hafi verið brotin lög með þessum lánveitingum? Já, ég sé það svona, ég líti á það þannig að kröfur um stórar áhættur og sömuleiðis eiginfjárkröfur að hvort tveggja var komið fram úr lögbundin eða annars vegar undir lögbundin mörk og eiginfjárkrafan og yfir lögbundin mörk í stórum áhættum. Einni áhættu. Vegna þess að þessi lán vegna Búnaðarbankabréfa eru ein sameiginlega áhætta þó að þetta séu hugsanlega 3 fyrirtæki en þau eru öll það sem tengd og þau enda öll í sömu áhættinni sem er undirliggjandi hlutabréf í Búnaðarbankanum. Miðað við þetta, hvernig staðið var að þessu, hefði ekki verið hægt að selja hverjum sem er þennan banka? Jú, ég hugsa að við höfum verið jafn gagnlegir kaupendur og þeir. Við gerum nú stutt hlé en